komin í gang, Hanna. Þá vil ég bara bjóða ykkur öll velkomin á þennan kynningafund þar sem við ætlum að fara yfir helstu atriði í tengslum við uppbyggingarsjóð Norðurlands eystra. Og við erum hérna með þetta á upptöku og hún verður opinberuð svo bara eftir fundin. Byrjum kannski bara á þessum almennu atriðum sem er gott að hafa í huga. Það er þetta að hvetja alla til þess að hefja ferlið tímalega. Núna eru 22 dagar til stefnu, þannig að endilega ef þau eru ekki búin að fara inn í gáttina, að kíkja þar inn og fara svona að byrja að móta verkefnahugmyndin ykkar að því sem þar er inni. Annað, passa að fylla inn alla reiti umsóknar eyðublaðsins, ekki skilja eitthvað eftir. Mun alltaf að horfa til þess að sýna fram á trúverðugleika og raunhæfi verkefnisins, sýna fram á þetta sé í rauninni að fara að raungerast. Verið hnitmiðuð og skilmerkileg í útskýringum og svo er kannski setja fram raunhæfa og styrkhæfa kostnaðarliði, þannig að við förum aðeins yfir það í úthlutunarreglunum á eftir, en líka bara úthlutunarnefndin þau eru algjört fagfólk í þessu og þau er alveg fljóta að pikka upp þegar hlutirnir eru kannski langt yfir einhverjum eðlilegum ramma, þannig að bara verið raunhæf í því sem þeir gera. Undirsýkja nýnæmi og sérstöðu verkefnisins, að það er ótrúlega oft sem við erum að fá kannski einhvern sem fekk ekki styrk, og svo verðum við kannski að fara yfir og þá umsækjandinn sjálfur veit að hvað gerir verkefni svona sérstakt og það hver sérstæða þess að nýnæmið, en það vantast bara að þú verður að skrifa það niður, bara til að koma þið skilmerkilega til allrar nefndarinnar. Og svo það bara endilega biðjum hjálp að betur sjá augu en auga, þannig að endilega nýta sér það að fá einhvern til að lesa yfir fyrir sig og svona einhvern til að kasta hugmyndinni sinni fram og tilbaka við. Varðandi hugmyndina, hugmyndinar ykkar, þá kannski þurfum við að horfa á það, bara hvað er það sem gerir það að hún fær styrk í uppbyggingarsjóði. Og það sem ég segi númer 1, 2 og 3, það er að lesa yfir sóknaráætlun Norðurlands eystra. Hún er mjög einföld, hún er mjög hnitmiðuð og það er og við förum yfir kannski bara helstu þættina núna eftir. Þannig að horfa svolítið á því að sjóðurinn í rauninni verkfæri landshlutans til þess að styðja við áherslur uppbyggingarsjóðs. Það er ekki endilega að segja hvað eru góð og slæm verkefni, heldur hvaða verkefni eru það sem fleyta okkur nær markmiðum og framtíðarsýn sóknaráætlunar. Svo það að skoða úthlutunarreglurnar, að passa sig að vera að það sé að kostnaðurinn sé styrkhæfur, þú sé ekki með óstyrkhæfa liði inni og svona horfa á þessa þætti. Svo segi ég skoða matsblaðið, þar svolítið að sjá hvað þættir eru og hvar vægið liggur. Og ég sýni ykkur matsblöðin núna á eftir líka. Svo líka bara gott að kíkja á fyrri úthlutanir og sjá bara hvaða verkefni eru það sem hafa verið að fá styrki, hvernig, er eitthvað þarna sem getur tengst ykkar verkefni eða eitthvað svipað. Við erum í rauninni að veita styrki í 3 flokka og þetta eru þessir 3 flokkar sem við erum með, sem eru verkefnastyrkir á sviði atvinnulífs, verkefnastyrkir á sviði blómlegra byggða, sem eru nýtt heiti á flokknum og í samræmi við sóknaráætlun. Það í rauninni það sem hét áður bara verkefnastyrkir á sviði menningar og þú svolítið búið að útvíkka þann flokk, þannig ég fer aðeins yfir það eftir líka. Svo það stofn- og rekstrarstyrkir á sviði menningar. Þannig að þetta svona þessi 3 flokkar sem þið veljið þegar þið eru að sækja um. Ég ætla bara að hoppa yfir í sóknaráætlunina og fara yfir þessar 3, þetta eru 3 flokkar. Þetta sérst atvinnulíf og það og þar erum við með markmiðið að í landshlutunum verði fjölbreytt og framsækið atvinnulíf með áherslu á nýsköpun. Þannig að þið eru svolítið að horfa á þetta markmið og svo þessar áherslur sem eru þarna eins og í þessum málaflokki þá eru þessar 5 áherslur. Þannig að og þær eiga, þá þarf þeir svolítið að finna og
og skýra hvaða áherslur það eru sem verkefnið ykkar að styðja við. Þú veist, eru þið með einhverja stuðningu við svæðisbundna framleiðslu þjónustu eða vörur úr héraði? Eru þið að framleiða eitthvað nýtt? Eru verið að gera eitthvað nýtt á svæðinu? Þannig að þið þurfum svolítið að horfa á þessa þætti og til þess að styrkja, því þetta í rauninni það sem hefur hvað mest gildi í matinu. Blómlega byggðir, þar sem markmiðið að í landshlutanum verði sterk og umburðarlegt samfélög með öflugu menningarlífi. Og þetta það sem hét í rauninni áður menning í fyrri sóknaráætlun. Og þarna kannski helsta breytingin að það ekki bara menningarverkefni sem eru þarna undir núna, það í rauninni búið að opna á 2 aðra flokka sem eru samfélagsverkefni og lýðheilsuverkefni. Þannig að það í rauninni í fyrst skipti núna sem kannski þau passa betur þannig inn í og tengjast á sóknaráætlun. Þannig að þessi flokkar kannski bara orðin svolítið viðameiri. Svo erum við líka með flokk í sóknaráætlunni sem eru umhverfismálin og það sem markmiðið að Norðurland eystra verði leiðandi landshluti í umhverfis- og loftslagsmálum á heimsvísu. Og þarna eru þá síðan þessar áherslur sem meðal annars stuðningu við fjölbreytt samfélagsleg verkefni sem draga úr sóun. Og við höfum verið með ofta einhverja svona áherslur til dæmis í umhverfismálum, en nú í rauninni geti bara sótt líka þessi umhverfisverkefni. Tengjast þá við sóknaráætlun. Þetta eru svona þessar 3 glærur sem skipta hvað mestu varðandi sóknaráætlunina. Þið getið farið við erum bæði með þennan úrdrátt en líka með sóknaráætlun heild inn á heimasíðunni okkar. Þá ég ætla ekki að fara yfir úthlutunarreglunar í heild sinni, en ég ætla að fara yfir þessa 8. grein. Þetta er svolítið svona eins og lagið allt sem bannað. Þetta er það sem er ekki styrkhæft. Þannig að þetta er það sem þið viljið kannski bara forðast að vera með í ykkar umsóknum. Það er ein breyting og það er þessi 9. liður, við ferum yfir hann á eftir. Ekki eru veittir styrkir til að fjárfesta í fyrirtæki með kaup á lóðum eða húsnæði. Það er það bara svona almennt ekki hjá okkur. Og ekki eru veittir styrkir til að kaupa tölvur eða skrifstofubúnað. Og ekki eru veittir styrkir til kaupa á aðföngum í framleiðslu sem ætlar til sölu á markaði. Svo var breyting sem varð í fyrra að við erum ekki lengur með fasta krónutölu fyrir hámarkstaxta, heldur við erum að nota reiknað endurgjald. Og við erum með hlekk líka inn á, það er mjög gott að það er inn á RSK, ef maður bara googlar reiknað endurgjald 2025, þá færðu úttekt á hvernig það er, en þú getur líka farið og skoða svona viðmiðun og taxta. Þannig að við erum í rauninni farin að nota það bara. En það sem kannski þarna þarf að passa sig að við erum ekki að tala um útseldan taxta, heldur reiknað endurgjald. Ekki eru veittir styrkir fyrir útgáfu á nokkur tagi nema sérstæðan sé skýr og þá í samræmi við sóknaráætlun. En þó getur sjóðurinn styrkt sjálft sköpunarferlið. Þannig að þú gætir verið að skrifa einhverja bók en það er ekki gefið út fyrir útgáfunni sjálfri en það er gefið fyrir sköpunarferlinu. Ekki eru starfsemi íþróttafélaga, bæjarhótelur og samkomur. Þetta er svona þessar án sýnilegra sérstöðu. Það er auðvitað töluvert að tónleikum til dæmis, en þá er einhver sérstaða eða eitthvað sem verið að nota sem rök með því. Skjalaskráning safnast á hefðbundið menningarsafni skóla er ekki styrkt og svo er eitt sem að kannski of margir falla á að það er ekki hægt að sækja nota kostnað sem fallið fyrir lok umsóknarfrestsins. Þannig að punkturinn til dæmis núna er þá bara að þeir ekki hægt að sækja kostnað sem féll fyrir 22. október. Þannig að það er viðmið. Þannig að þú má ekki í rauninni sækja einhvern kostnað sem er nú þegar fallið. Svo er þessi nýja regla að jafna getur sama verkefnið ekki hlotið styrk oftar en 3 sinnum. Þetta er nýtt inn núna og þetta er þá í rauninni fyrsta árið. En þarna kannski bara verið svolítið líka að ýta við að það sé ekki bara eins verkefni sama árið. Það sé,
það getur verið einhver hátíð eitthvað en það einhver breyttur fókus eða það eitthvað sem verið að leggja áherslu á í tengslum það. Þannig að það þýðir ekki að þetta svona bara sama verkefnið, að það sé eins, þannig að við erum líka svolítið að hvetja til svona nýsköpunar í því. Ég ætla að sýna ykkur matsblöðin, við erum með sitthvort matsblaðið, það matsblaðið fyrir blómlega byggðir og hins vegar fyrir atvinnulíf. Þau eru í grunninn eins, þannig að þið sjáið þessa þætti sem eru hvítir, þeir eru eins, báðu megin og svo aðeins svona meira orðamunur og áherslumunur í þessum tveimur þáttum sem eru þarna neðst. En eins og þið sjáið þá vægið hjá sóknaráætlun, vægi sóknaráætlunar hefur verið aukið og er núna 30% af umsókninni. Þannig að við erum svolítið að segja að við í staðinn fyrir að vera með einhverjar sérstakar auglýstar áherslur eða eitthvað fyrir hvert ár, þá erum við að segja að áherslan er sóknaráætlun. Þannig að það er svolítið vísa þessu þangað. Og hvar er allt þetta efni? Ef farið inn á ssne.is þá er þetta bara að smella á bæði í brennidepli en líka í listanum á uppbyggingarsjóð og þar erum við með allar þessar upplýsingar, við erum með leiðbeiningar og hjálpartól, við erum líka til dæmis setja inn upptökuna þessum fundi þarna inn, þannig að þarna er alveg hægt að sækja þessum svona helsta sem þarf. Þarna er líka vördskjal af umsókninni og við hvetjum alveg fólk til þess að púsla umsókninni saman í vördskjali og setja síðan inn í umsóknargáttina. Og þetta kannski kemur meira til af þeirri umsóknargátt sem við vorum með. Það voru alls konar gallar sem komu upp í henni. Við erum nú að vona að því að við erum nefnilega komin með nýja umsóknargátt og erum mjög glöð með það og erum í rauninni að fara inn í þessa umsóknargátt sem Rannís hefur notað fyrir sína sjóði. Þannig að sem er töluvert mikill fjöldi umsóknum að renna í gegnum reglulega og einhver eitthvað sem kannist örugglega við kerfið. Það er allan allt tilbúið og gengur vonandi vel. Við höfum ekki fengið margar athugasemdir frá umsækjendum allavega ennþá, en við erum að keyra þetta inn í fyrst skipti þarna, þannig að það getur alveg komið eitthvað upp. Þannig að endilega bara heyrið í okkur eða eitthvað óskýrt eða eitthvað ekki að ganga. Þetta verður líka töluvert einföldun því að við munum fyrir þessar umsóknir sem að fara inn núna, þá mun til dæmis lokaskýrsluskrifin færast inn í kerfið. Þannig að það þarf ekki síðan að vera fylla upp það einhverju sér vördskjali sem að senda í tölvupósti. Þannig að þetta svolítið alltaf færast á eitt stað. En þau bara svo ég viti að þá mælir Rannís með að nota Chrome-vafra og það kemur upp melding þegar þið farið inn í umsóknargáttina það. Ég ætla þá bara að renna aðeins yfir bara svona ákveðna þætti í umsóknargáttinni og fara yfir þá. Nú er það þannig að maður getur fer í rauninni inn sem notandi. Maður þarf ekki að fara inn á kennitölunni sem er endilega umsækjandi. Þannig að þið sjáið ég fór bara inn og ég skráist sem notandi. Ég þarf ekki endilega að vera umsóknaraðilinn. Þannig að ég get skráð hann inn. Og gráureitirnir eru þannig að þið til dæmis bara skráið inn kennitölu umsækjanda, þá sækir hún þessar upplýsingar úr þjóðskrá. Þannig að þetta var, og sérstaklega eftir að ísleiklarnir hættu, þá var komið þarna auka vesen í þessu. Þá við erum svona búin að leysa það svolítið, held ég þarna. Ég ætla að renna yfir, eitthvað af þessum þáttum, svona helstu. Varðandi verk og tímaáætlun, þá kannski vildi ég nú bara helst leggja áherslu á að þið hugsið svolítið hvað passar fyrir ykkar verkefni að brjóta niður í marga verkþætti. Þú veist, ef þetta er rosalega flókið verkefni, þá eru eðli málsins fleiri, þú veist, eða er þetta bara, þú veist, eins og sinni einföldustu mynd, þú veist, undirbúningur, framkvæmd og úrvinnsla, eitthvað við settum inn.
uh, og þeir í rauninni setja bara verkþættina inn með því að smella þarna á plúsin og þá færi þá inn og þá síðan þegar búið að vista þessa síðu þá kemur upp þessi tíma teikning verkþættamyndin fyrir neðan. Og það þannig að við gerum einhverja breytingar inni og ekki búin að vista og farið yfir í næsta flipa, þá kemur melding það að það sé ekki búið að vista. Þannig að þið allavega við erum búin að keyra inn nokkrar prufumsóknir og alltaf gengið vel með það. Annars ég ætla að sýna ykkur var varðandi kostnaðarþættina sem aðeins breytt að nú það þannig þið farið bara eins og í verkáætlun, þið farið í plúsin til að setja inn kostnaðarliðina en þeir eru í þessum fyrirfram skilgreinda lista. Þannig að það launakostnaður, ferðir og uppihald, efniskostnaður, aðkeypt þjónusta og annað. Þannig að ef það eitthvað sem passar ekki inn í þessa þá bara nota annað til þess að setja þarna inn. Þetta bara kerfið hjá Rannís með þessu fyrirfram settu listum þannig að við erum að nota það. Þegar þið setjið síðan kostnaðarliðina inn og tóku ég tónleika Kaspers, Jaspers og Jónatans, hendi þeim inn og þá erum við bara búin að setja inn með plúsunum þessa kostnaðarliði og við setjum það síðan á ákveðna verkþætti og gerist það inn í kerfinu. Og hér eru til þess komin með þetta verkefni sem með heildarkostnað rétt yfir 1 milljón. Ég ætla að sýna ykkur svo það í rauninni þannig að við setjum fyrst fram fjármögnun önnur en umsóttur styrkur. Það þessi flipi 3.2 og þar til dæmis í þessu verkefni setti inn staðfest eigið vinnuframlag við verkefnið. Svo þetta óstaðfest að selja miða fyrir 100 skall en svo komin líka annar styrkur, styrkur sem upp á 200.000. Og svo kemur í rauninni næsti liður þar sem sett umsótt upphæð og þá reiknast þessi tabla sem grámerkt. Þannig ég set inn að ég ætla að sækja 500.000. En þá kemur strax upp að það verkefni offjármagnað. Það fjármagnað upp í 109%. Og þarna getið svolítið séð, ef það eðlaður undir 100 þá vantar inn annarkvort að klippa út kostnaðarlið eða bæta við fjármagnun og þarna offjármagnun. Og þetta eitthvað sem fólk stundum svolítið að brasast með. Og ég ætlaði bara að sýna, eins og þarna vorum við með 3 fjármagnarliði og sýna að kostnaðurinn var þarna rétt rúmlega 1 milljón og langeðlilegast þarna voru aðgangseyrir og annar styrkur, þá bara að lækka eigið framlag, þá á móti. Þannig að við vorum þarna með 500 skall og svo styrk og og aðgangseyri upp á 100 skall og þá rauninni bara getið tekið, þá komið þann 800.000, það rauninni fjármögnunin þá án styrksins og þá hægt að draga þá og þá sjáið þið hvað talað sem stendur eftir og þá getið bara farið tilbaka í lið 3.2 sem fjármögnun önnur en umsóttur styrkur og þá getið breytt þessari tölu. Þið rauninni bara smellið á þennan lið og þá þetta að breyta upp hann og þar. Þetta hljómar allt svolítið flókið en þegar maður komin inn þá skýrir þetta sig allt svolítið sjálft. Og þetta kerfi mikið notað hjá Rannís þannig að töluvert margir búin að fara í gegnum þetta þannig að það held ég ekkert sem að ætti að koma fólki gríðarlega óvart en svo alltaf hægt að fá aðstoð hjá okkur. Þá bara svona ráða að lokum að eðlilega bara vanda til verka, fylla inn í alla reiti, tala skýrt og það ekki endilega að vera með langa texta, heldur bara hnitmiða og góða, setja fram raunhæfar tölur
og muna svolítið að, þú veist, að þið verðið að benda á jákvæðu þættina. Ekki bara gefa ykkur að úthlutunarnefndin fylli upp í eða finni það hjá sjálfum sér, það verður svolítið ykkar að setja það í orð. Svo það þannig að allt starfsfólk SNE getur aðstoðað, þannig að bara ekki hika við að hafa samband. Við erum líka á nokkrum starfsstöðum og það ekkert mál að hitta okkur á skrifstofnum hjá okkur. Það getur gott að senda tölvupóst á undan og gá hvort sé ekki örugglega einhver við sem getur tekið á móti ykkur. Það líka hægt að heyra okkur í síma og við getum tekið Teams spjall eða hvað sem hentar. Þá ætla ég kannski bara að taka spurningar, til að slökkva það bara á upptökunni og bara opna fyrir spurningar.